það að tala gegn séreignarstefnunni að segja við ungt fólk að þú eigir ekki að eignast þitt eigið húsnæði. Það það sem við erum raunverulega að segja. Og þegar við erum komið með, fyrstu kaupendur í ákveðin, krappan dans varðar allt hagkerfið, að þá verður það hræðileg skilaboð að segja við fólk, já nei, þú átt ekki að eiga þitt eigið húsnæði, þú átt að vera leigjandi út af því að séreignarstefnan eitthvað sem hræðilegur hlutur. Þetta eitthvað sem þarf að komast miklu meira á dagskrá þegar fólk að tala gegn séreignarstefnunni. Bara að við erum þá að segja við fólk sem núna lifandi að þið eigið að vera leigjendur. Og hvað þýðir það að vera leigjendur? Það þýðir að einhver annar eigir húsnæði. Þetta ekki góð skilaboð. Og eins og segi, ég á húsnæði sjálfur og ég að tala gegn mínum eigin hagsmunum. Ég meina, þrátt fyrir það að húsnæðisverð myndi koma til með að lækka tímabundið, hvaða afleiðingar myndi það hafa? Jú, það myndi hafa þær afleiðingar að kjarasamningar fara einhvern veginn í höng. Það eru náttúrulega ákveðnir aðilar sem hafa komið að þessum kjarasamningum eins og BSRB og aðrir sem hafa bara einhvern veginn talað það að vera með aðra löppina út. Sigga Magga hjá samtökum atvinnulífsins hefur talað það að það eru mjög hræðilegar hugleiðingar að vera einhvern veginn alltaf að vera að pæla í því hvenær kjarasamningar eru brostnir. En aftur á móti þá vitum við alveg hvaða afleiðingar þetta myndi koma til með að hafa út af því að húsnæðismálin myndi valda því að kjarasamningar eru brostnir og þá myndi BSRB, VR og fleiri segja já, nei, við þurfum að semja upp á nýtt. Þá eru hækkaðar allar krónutölur og við munum sparka þessari dollu undan okkur. Húsnæðisverð mun þá koma til með að hækka og þá verðum við komin aftur á kjarasamningsborðinu talandi það að við þurfum að hækka krónutölur út af því að við erum alltaf að eltast við húsnæðisverðið sem að hækkar alltaf út af kjarasamningum. Þakka þér kærlega fyrir að hlusta á þennan stutta bút. Þú getur nálgast þennan þátt og allt efni hlaðvarpsins Ein Pæling á pardus.is/ein pæling.